Komið sæl, kæri hlustendur og verið hjartalega velkomin í hlaðvarp Myntkaupa. Í dag fimmtudagurinn 18. september 2025 og Bitcoin í $117.171 og hjá mér sestur Björn Harðarson. Vertu hjartanlega blessaður, Björn. Sæll og blessaður. Það erum 80 sekúndum frá því að það sé föstudagurinn 19. Við erum að taka late night eða midnight þátt. Þar að þú ert að fara erlendis. Já, rétt eina ferðina enn. Eina ferðina enn og svona góðlátleg áminning að gleymdir reglunni, en nú færðu tækifæri til að bæta upp fyrir það. Hvert að fara aftur? Ég ætla að fljúga til Madrid og vera þar í 2-3 daga og svo ætla ég að taka lest niður til Alicante og slaka það svolítið vel á. Já, hvert var það lengi? Ég ætla að vera alveg 15 daga. Já, ok. Þannig að þín verður sárt saknað. En það eru reyndar góðir gestir á leiðinni. Ég búin að læna það upp. Ég mun auðvitað að sakna þess líka að vera ekki, en ég mun hlusta. Já, gaman að heyra. Það voru tíðindi í gær, það var stýrivaxta ákvörðun. Já. Og rétt eins og markarinn var búin að spá fyrir að væri afgerandi líkur á, það var 25 punkta lækkun, eða það að segja 0,25% stiga lækkun og stýrivextir í Bandaríkjunum veru þá fyrir vikið núna 4 til 4,25%. Það er sjaldan verið einn spenntur fyrir ykkur sem maður vissi hvað myndi nákvæmlega gerast. Nei, einmitt. Maður spenntur fyrir að yrði lækkun, en það var eiginlega bara örugt að yrði 25 punktar það ekki. Já, en svo voru alveg, á þegar það má tala smá vonbrigði, að það voru alveg svona að komi smá momentum með að menn voru farin að tala 50 punktar lækkun. Já, en svo segja sumir, ef það hefur 50 punktar lækkun, spurning, meina, þú sagði við mig áðan að þá myndi mögulega markaðurinn þá virkilega kerru en ekki alveg möguleiki að þá hefur menn hugsað menn eru að það eitthvað smá panik í. Já, einmitt, þetta alltaf verið svona tvíeggja sverð að einmitt að ég verð að viðurkenna að og ég ekkert einn það, ég hef alveg talað við menn sem eru lifa og hræðrast í þessum heimi að menn taka gagnrýna stundum svona þetta establishment og hvernig bara einhvern veginn taktur nýsull þetta oft, þetta fyrsta stýrivaxtalækkunin á þessu ári í Bandaríkjunum. Þeir voru lækkaðir síðast í desember 2004. Já, 9 mánuðir, já. Í desember 2004 voru lækkaðir síðast og 25 punktar ef þetta hljóma lítið, þá það af því að þetta ekkert sérlega mikið, skilur og þannig það alveg margir sem eru bara þeirra, það má vera eins og það tekur tíma að hafa áhrif og svona seitlast inn í kerfið, Við sáum það bara mjög vel hér á landi, vil ég meina að það hægt að fara sterk rök fyrir því að það voru afgerandi mistök að keyra stýrivexti alveg niður í gólfið hér á landi þegar COVID skall á, en það var gert bara víðast hvar í heiminum og nú höfum við verið að súpa seiðið mikið af því, en ein gagnrýni til dæmis hérna á Íslandi, voru margir að segja, að svo þegar það byrjaði að hækka, þeir tóku svo langan tíma í að hækka, skilur. Það alltaf eitthvað 50 punkta hækkun og 25 punkta hækkun og 70, bara frekar en bara herðu, hvað þurfa það að fara í? Það þurfa að fara í henni, ég veit það ekki, fór hæst í 9,25% eða eitthvað líka og eitthvað 7,25 núna eða eitthvað að svona, þú vart aldrei að bara þú ætlar að hafa áhrif, bara að vera aldrei afgerandi, þannig vil Trump allavega að gera það en ég skal ekki segja en En það var þetta að lesa það í hjá Páu líka að sem við hugsaum, þetta bara 25 punktar, en þó 25 punktar verðum að snúa í rétta átt ef við hugsum áhrif á markaðin allavega. Já. Og það mátti lesa hjá Jeremy Powell að það var kannski tölulega líkur að það líka lækkun í október og svo aftur í desember. Það allavega á borðinu og það kannski það sem gera verkum að þeir keyrðu svona mikið upp markaðir. En svo fór niður smá til að byrja með. Já. Fór eiginlega ekki að fara upp fyrir en það keyrði alveg slagt það í gær, það bara leið svolítið tími,
þetta svo fyndið hvernig markaður treyta kvikt sko á, sérstaklega hann byrja að tala, það bara, hann segir eitt orð og það bara eins og að sé sko einhver að opna gríðarlega stóra stöður sko og svo segir hann, þú veist, eitthvað annað orð sem við tala þetta hérna dóis eða hérna hokkis sko. Menn voru að tala að hann hefði verið svona þreytilegur og eitthvað svona svolítið flatur eitthvað neginn og var kannski svona. Mér fannst aldrei erfitt að lesa í það sko, ef ég á að segja fyrir mitt leyti, mér fannst aldrei erfitt að lesa í það hvort hann, ég ekkit sannfærður að hann sé að fara að fylgja þessu eftir með frekari hérna vaxtalækkunum, hann að minnstakosti talar þannig að það eru, þú veist, það sem innan gæsla vinnur með markaðnum að hann hefur áhyggjur á atvinnuleysinu, það að aukast, en hann samt að tala að, þú veist, verðbólga samt hún enn sem komið áfram þrautseg sko. Já, hann einhvern veginn svona talaði einhvern veginn þannig að þú veist, engin kostur væri góðu kostur. Nei, þetta væri, þú veist, bara hvað sem að þú væri að hækka, lækka, að standa í stað einhvern veginn sko og þú veist, maður velti jafnvel fyrir sér bara, hann bara hérna einhvern veginn að losna aðeins undan pressunum frá Trump sko. Já, einmitt. En ég hugsa til þess að þú veist að Trump vildi 50 punkta lækkun sko. Já. Og Larry Fink líka, það er ekki bara að tala að Trump sé eitthvað hérna, eins og hann Larry Fink var líka að tala að það er bara fullkomin grundvöllur fyrir 50 punkta lækkun þannig að einhver leiti var ég alveg farin að búa mig dálítið undir sko, að það myndi bara fylgja dálítið lækkun, þetta var búið að hækka ágætlega fram að þessu og mér fannst það ágætlega líklegt að verða svona bæði rúmur seldi nú sko, það verið að kaupa væntingarnar að það var að fara að koma lækkun sko og klárlega að það hefði komið 50, ég held að þú nefnir punktin að það hefði kannski verið smá panik, ég held samt að 50 punkta lækkun hefði keyrt markaðinn, held ég persónulega sko upp, en ok já, ekki spurning og ég meina þú veist, þú hlýtur að vera bara að verða svona nokkuð sáttur, ég meina þú veist, eins og segi, Bitcoin fór næstu ég veit ekki hvort það fór yfir 118.000 en ég sá allavega fór 117.900 og eitthvað. Ég sá í Ethereum eitthvað rétt undir 4.700 á hann. Solana sá ég eitthvað 253 eða eitthvað. Já, komið aðeins undir 250 núna. Það hefur verið eitthvað svona viðmið þarna í 250. Það mætti alveg fara. Já, en þetta samt enga síður allt annað verðmið, sko. Það miklu öðuldra og skemmtilegra að tala Solana í 250 skilur heldur en 170 eða sem við vorum bara fastir í rosalega lengi sko. en hérna þannig að þú veist ég held að sé alla þegar ég að tala við fólk í kringum mig og þú veist ég trú ekki að þú veist sammála því Endert þú búin að vera að segja oft í þessu hlaðvarpi að útliti framundan fjári bjart sko fyrir kryptómarkaði bara engin spurning sko ég var að mynda að hugsa þetta svona fyrir þáttina því þú veist það einhvern veginn sko, ef þú ert einhvern veginn að fylgjast með þessu bara alltaf, þá bara, það líður þú veist, það líður ekki sá dagur og það líður ekki sá klukkutíma, maður sér eitthvað svona nýjar fréttir einhverja þróun, hvort sem einhver þróun í regluverkinu eða rauninni verið að þróa einhverjar nýjar vörur sem svona meira adoption, þú veist, Nasdaq hérna, þú veist, gaf út hann daginn hérna að þeir vildu sko tókenæsa öll hérna hlutabréf hjá sér sem myndi gera 24/7 hlutabréfa þú veist, það endalaust af svona þú veist, við förum aðeins út úr verðinu sko, þá bara ég hef þróun bara stöðug, hún bara stöðug hún sterk og það bara eitthvað veginn eins langt og augað eigir ekkert annað að fara að gera heldur en bara meira og meira adoption, meira og meiri tækniframfarir og meiri viðurkenning bæði á bálkakeðu tækninni og þessum eignarflokki sem slíkum. Já og þú veist við höfum oft talað að þú veist að svona alltaf að tala það súpirapp sko að stöðleika myndir séur það og þú veist og maður sér þetta þú veist að fullt af fyrirtækjum að þróa einhverja tækni, hvort sem bálkakeðju tækni eða bálkakeðju sjálfar eða rauninni, í dag sá ég þú veist Google að þróa einhverja vöru til að
sé þetta svona payment fyrir stöðleika myndir og aðra kryptó. Þannig að þú veist, ég held að segja ekki langt í það að þú veist, fyrir sennilega svona 90% þjóðarinnar þá meikar það engan sens þegar við erum að segja að við erum að fara að nota stöðleika myndir til að borga í búðum, en við höfum verið að tala um það lengi og ég held að segja ekki rosa langt í það, sko. Nei, við vorum að ræða þetta á skrifstofun í dag. Ég var í viðtali á útvarpi Sögu í dag og þar talaði ég var bara live on the spot og ég vildi svona búa til ákveðin buffer, sko, þannig að það var ekki hægt að hanga mig á ykkur ef þetta myndi ekki gerast þegar satt og maður var vonast eftir að ég talaði að getur séð þetta gerast á 20 árum, sko, og þeir svo kærtan 10 árum, easy, sko. Þannig að þú veist, hvað heldur þú þegar þú segir ekki langt í þetta? Þú veist, hvað er það að hugsa? Þú hugsa 5 ár? Eða hvað er það að hugsa? Þegar ég hugsa þú veist að við getum fara að nota bara svona mainstream stöðleika myndi til að borga, þú veist, ég bara ætla að vera það bjartsýnn að það sé innan 5 ára. Já. Þú veist, mér finnst það ekkert eitthvað úr vegi, sko. Þetta getur verið svo rosalega fljótt að breytast. En, þú veist, Þú ert ekki nema eina laust sem að segjum bara Stripe eða þú veist, eitthvað svona Mastercard sem eru allir inn í þessu einhvern veginn, eru allt innu konu með og þá ert allt innu það þarf ekkert eitthvað rosa mikla þróun að þessi hægt. Nei. Hvort að allir séu farin að nota þetta, það er kannski aðeins annar Já, sko, þú veist að því að hugsum okkur, þú veist, þetta, að ég og þú erum að opna bara hérna veitingastað í ykkur matöll og við hugsum við þurfum að setja í posa, það er ykkur fæsluhyrðar og það er alls konar kostnaður og þetta fer ekki ennum milliliði og það er kostnaður sem við þurfum svo að velta yfir á neytendur, veist, viðskiptavinnun okkar og þetta er talsvert mikil kostnaður, ég er ekki alveg með það on top of my head, en þetta er eitthvað prósent sem og það er margir að klípa, færslurinn klípir eitthvað af, Visa og Mastercard er að klípa eitthvað af og hérna bankanir svo þetta verið á milli landa, þá er það að klípa af út og sko svo fer uppgjör fram á, ég held að sé misjamt en það er oft held ég 15 dagar eða 30 dagar getur misjamt og þar fær þú enga vexti á þessa peninga, sko, en ég held að sé vild færslurinn sem er að fá það og þannig að við hugsum, heyrðu, hvernig væri bara ef við getum boðið réttin okkar á aðeins lægra verði og við fáum bara fólk greiðir bara með stöðuleikamynd og þá er þetta millilega laust, það er ekkert hérna fullt af einhverjum millilegum að klípa einhverjum kostnað, endalegt uppgjör bara fyrir fram hérna á einhverjum sekúndum eða kannski mínútum eftir í hvaða keðju úr það nota og þá hljómar það mjög vel, en við rekum okkur svo á það er engin núna með stöðuleikamyndir skiluru að neinu ráði, mjög fáir og annað sem myndum reka okkur á og jáfnvel eða væri komin slatti af fólki sem á stöðuleikamyndir og væri jáfnvel til að nota það að þá efast ég að sko all bókhaldsþjónusta sé orðin mjög smúð enn sem komið þannig við þurftum myndi ég halda, ég tekka fram ég þetta ekki alveg nákvæmlega ég er ekki 100% viss í mínu sök þegar ég segja þetta en ég myndi halda að við þurftum að bókverða þetta eitthvað litið handvirt, sko, en reglunar eru allar í sjálfu sér mjög einfaldar þegar kemur að bókhaldi og utanumhaldi þetta, en ég held bara vandinn að þessi forrit sem menn að nota, hvort það heiti Unikonta eða fullt af eitthvað svona bókhaldsforritum, að þau eru held ég enn sem komið mjög takmörku þegar kemur að þessu. Þannig að, en þá ekki svo þar sem ávinningur fyrir hendi, sem klárlega í þessu tilviki, þá mun koma að þessu. Það mun koma að því að núna segi það eru tiltölulega fáir sem halda okkur stöðuleikamyndum og eru tilbúin að versla fyrir þær. Sá hópur mun aukast. Það mun leiða til þess að það er meiri hvati fyrir hvort það er Deloitte eða KPMG eða einhverjir hérna, sem að þróa okkur á bókhalslausnir að þeir fara að hugsa við erum að gera þetta bara smooth og simple þannig að þú kannski bara með posa og það er bara auðvelt að það borga með vísakortinu og Fiat og það er hérna eða það borga með krypto og hérna og hérna og þá er hefðilegt að hafa það og borga með krypto þá er ég vel ódýrara fyrir þig að kaupa matinn af því að við þurfum þá ekki að vera að borga einhverjum milliliðum og færsluhyrði og svona veis þannig að þú veist það er klárlega sko, af því að ef það væri engin ávinningur eða væri engin hvati
þá náttúrulega þetta ekkert að fara að gerast, skilur en það er náttúrulega málið, það er beautiful það er svona einhvern veginn á ég svo rosalega erfitt með að efast í svo mikið sem 1 sekúndu framþróun bálkakeðjutækninnar og stöðugleikamynda. Ég reyni að búa til efa því ég vil bara trúa því að það sé svo hollt að efast, sérstaklega þegar við erum aðlegun okkar í kryptó, skilurðu. Þetta er ekki bara þessi einhver pólitísk skoðun sem er einhvern bara huglæg og óáþreifanleg og einhvern kemst aldrei niðurstaði þetta. Þetta er bara við erum með alvöru live ongoing bet á þetta. Þá reyni ég oft að búa til efa en ég á mjög erfitt með að láta hann festast af því að ávinningurinn er svo augljós í þessu. Já, og hann var bara að taka mjög einfalt dæmi, skilur. Svo getur við náttúrulega tekið bara dæmi og þar er þetta orðið raunverulegt notagildi sem er raunverulegt. Það er þegar fólk, við tala um það hér áður, þegar fólk er að senda fjármuni milli landa. Það er náttúrulega mjög augljós dæmi, bara, þú veist, ég fullir eiginlega bara það, ef viðkomandi veit af stöðugleikamyndum, veit hvernig bálkakeðjur virka, þá ertu ekki að fara að senda dollar öðruvísin með bálka. Ég nánast þú veist, ég leiði mér eiginlega fullir það. Ef þú ok, kannski ekki alveg sanngjarn spurning, en þú myndir augljóslega aldrei senda dollar milli landa nema með stöðugleikamyndum, ekki nema mótaðalinn myndir henni ekki taka mótið í. Nei, þú veist, ég geri svo sem ennþá sendi pening erlendis á erlenda bankareikning. Þannig að þú ert að gengisfella argumentum mitt bara strax. Já, þú veist, en það er aðalega því tæknin er ekki komin ennþá það langt að það er ætla bara út í að mótaðalinn, hann samþykir það ekki. Já, það er bara nákvæmlega út af því. Einmitt. En hefurðu prófað að segja viðkomandi takið við kryptó? Nei. En þú veist, en þú ert að tala um millifærslu, þú ert ekki að tala um að borga með kreditkortinu. Nei, ég er bara að tala um millifærslu millilanda, sko, þú veist, í dag myndi ég ekki vita hvernig ég ætti að koma því til einhvern bankastofnunar eitthvað staðar, sko, en það er auðvitað ekkert langt í það. Það er fullt af bankastofnun núna að þróa sína eina bálkakeðjur. Við höfum talað um svona efasemdur það að það eigi eftir að vera eitthvað, sko, og við erum að sjá þróun hjá PayPal, við erum að sjá þróun hjá Stripe er að þróa sína eigin bálkakeðju og við getum gagnið það. Þú veist, verður ekki bara Solana eða eitthvað slíkt notað meira, sko. Ég held að sé engin ef á því. Þú veist, ég tala um þetta koncept við svo marga og þú veist, einhvern eina rökrétta niðurstaðan, framvindan sem manni finnst er einmitt að menn muni prófa eitthvað, fikt eitthvað við að gera þetta á sínu eigin. En það er svo gríðalegt hagræði í því að nota þessar keðjur sem nú þegar eru. Þar að auki, ef þetta fara að verða sko alvöru hlutdeild í fjármálakerfi heimsins, ég vil orðið bara orðin bálkakeðju heimur, þá mun enginn sætta sig við að nota einhverja keðju sem eitt fyrirtæki eða Bank of America eða eitthvað bara stjórnar, skilur. Menn er bara við operitum bara á nútral grundvelli, skilur, sem er þá Solana, Ethereum eða jafnvel eitthvað annað. En ef við þú veist, tölum bara þessa þróun, að því vorum að tala um 20 ár, 5 ár, 10 ár, þú veist að, sko, ef þú skoða bara umræðan og það sem var í gangi og fréttir 2021 til dæmis, bara í síðasta bullmarket, þá sá maður til dæmis ekki neina nýja þróun sérstaklega í payment og engin stórir aðal sérstaklega. Nei. Og jú, það voru ég manst eftir að þið voru byrjað að fikra sig áframeldi Visa og Mastercard eitthvað með svona já, PayPal og eitthvað svoleiðis, sko, já, PayPal var að bjóða upp að þú gast keypt Bitcoin og eitthvað svoleiðis, sko. Og þú varst bara með þessar stöðuleika myntir sem að voru í gangi, USDC, USDT og DAI og eitthvað svoleiðis. Það er bara til að kaupa kryptó, sko. Já, en núna erum við bara að sjá það, bara mér erst ég sjá frétt í hverri viku að hvort sem að er einhver banki eða eins og núna MetaMask eða Trump fyrirtækið að allir að koma með stöðuleikamynd og af hverju ættu allir að vera að koma með stöðuleikamynd ef menn hefði ekki trú á þessu. Það er bara allir að keppum, við ætlum ekki að sitja eftir og láta ykkur aðra að taka þetta. Við ætlum að reyna að fara í þessa samkeppni. Einmitt. Já, og hvað segirðu svona almennt? Einhverja fréttir þú varst með einhverja sem þú varst búin að taka saman? Já, bara svona örstuðt Bitcoin og kaupöllum hefur ekki verið minna í 7 ár.
mér finnst það mjög áhugavert, þú eru alltaf að sjá Bitcoin og kaupallum lækka, en þú veist, ef þú hugsa 7 ár, þá eru að taka inn í 2021 í lokin á bullmarketinu, þegar það voru plattform að fara á hausinn og menn voru rauninni að taka rosa mikið út af kaupallum bara í paniki. Það er all time low í 7 ár, ekki all time low. En jú, í 7 ár, já. Það er 7 ára low. Já, 7 ára low. Einmitt. Og svo finnst mér þetta bara rosa gaman að fylgjast með þessu Solana Treasuries vera. Við sátum hérna í þættunum, vorum við ekki á 50 degi síðast líka? Jú. Já, og bara strax daginn eftir vorum að tala að, þú veist, vorum að tala hérna Kyle Samani. Já, einmitt. Og strax daginn eftir sá ég Kyle Samani á CNBC tala. Ég sá Mike Novogratz sem hluti af þessu forward industry sem að Kyle Samani líka vera að tala Solana. Og Mike Novogratz að tala Solana? Já. Hvað var hann að segja? Hann var bara, þú veist, að segja að þetta var í framtíðin einhvern veginn og þú veist, hann talaði þú veist, hvað þetta var í lítill hluti af market capinu og þeir var að fara að kaupa allt þetta og þetta væri framtíðin í payment og svo framvegis, sko. Ég hlusti á svona 1 mánaðar eða 2 mánaðar gamalt viðtal við Mike Novogratz og það var búlis á allt, sko, hann var búlis á Solana en sagði samt, sko, og spurði eitthvað á leið eitthvað, hvað er þetta að sjá Solana? Hann sagði, það er ekkert að fara að gera eitthvað klikka hluti end of year, svona $400 og þannig var það sko rétt undir 200, skilurðu. En svo fyndið, þú veist, bara í kryptó, heyrur þetta, hann var að tala 100% ávöxtun á 4 mánuðum, sko. Og hann sagði, það er ekkert eitthvað klikka, en þú veist, bara solid, 100% ávöxtun á 4 mánuðum. Og nú er hann hluti af þessu forward industry sem þetta bara... Það var eitthvað verðþróun eða eitthvað svo leiðis? Nei. Ekki neitt? Nei, en þeir hafa báðir talað aðeins þetta, sko, að það yrði mikill vöxtur þó töluðu ekki tölur, sko, og báru þetta sama við Ethereum til dæmis, ég menna, við sáum Ethereum á 2 mánuðum fara frá, 1400 næstu þrefaldast nánast, sko. Já, ekkert nánast, rúmlega þrefaldast. Já, og þú veist, og ég bara segi það áfram, ég sé það gerast mér, þú veist, þarna... Það er Ethereum, með þetta rísa flikki sem market capi á því það gat rúmlega þrefaldast. Já, þú veist, Solana er bara 25%, við höfum sagt það hérna áður, sko, og svo þeir sem hefur séð bara síðan þetta byrjað, þetta er bara nýbyrjað, að þá nefndum við hérna í síðasta þætti að þeir hérna söfnuðu $1,65 milljón til að hérna kaupa Solana, menn voru að segja þetta væri mögulega, þú veist, mikið sem að væri þeir ættu fyrir, það virðist bara ekki vera, þeir virðist vera að kaupa. Þeir virðist vera að kaupa þetta. Já, okay. Og þeir keiftu sko 6,5 miljóns Solana á 5 dögum. Já, þú ert þá að tala ef við miðum gengið 200, nú er 250, en 6,5 miljónir, það væri 100 og... býtu nú það væri talsvöld meir, það væri hann eitthvað, $1,5 milljarð, það er eitthvað svoleiðis. Já, það er eitthvað, það er þessi tala, 1,65. Já. Og þeir keiftu þetta? Já. Ok. Það segja fréttindar í dag, sko. Og... það er skýra okkur Solana er búið að vera að standa sig betur en flestar myndir. Já, og svo verðum við að sjá fleiri. Það er hérna Helios Medical Technologies sem að það er Pantera kapitalar á bakvið þá og eitthvað samverkað, maður þekkir Pantera eða þeir sem eru í þessu þekkja það kannski, ég þekki það allavega. Þeir voru að byrja á þessu líka og keyptu $500 milljón sól fyrir $500 milljón $500 milljón? Já. Wow. Býttu sagði Helios Medical Technologies. Þetta er merkir, þú sér eins og Metaplanet sem er í Japan. Já. Það er hótelfyrirtæki. Eins og Michael Saylor sagði daginn verðmætasta hótelfyrirtæki í heiminum. Wow, en býttu þetta er náttúrulega bara eins og með MicroStrategy, þeir voru í grunninn byrjuð náttúrulega bara sem hugbúnaðarfyrirtæki, enda svo bara að vera basically Bitcoin Treasury, þannig að þetta er hvers eru, eitthvað svona lyfjatækni fyrirtæki sem bara að kaupa Solana og sem eru bara að kaupa Solana fyrir $500 milljón. Wow. Og það
það sem er búin að gerast, þetta var þetta byrjað eitthvað svona Solana strategi og eitthvað svona sem að var að byrja að kaupa, það var samt svo lítið, bara, þú veist, núna bara á þessum nokkrum dögum, þá er eignir þessar fyrirtækis í Solana orðið 3% af öllu Solana í umferð. Wow. Þannig að þú veist, bara á, þú veist, mest af þessu er bara á einhverjum 2-3 vikum, sko. Sko, ég skil, ég pælt svo mikið í þessum treasury companies og mér finnst þau náttúrulega bara geggjuð, skilurðu. Þetta er algjör snild. Og þetta er náttúrulega bara, við tökum þessu ekkit eðlilega fagnandi sem hérna, þú veist, Sol holderar og Ethereum holderar og Bitcoin holderar. Einmitt, en ég skil mjög vel ef þú ert eitthvað veginn, ef set mér í spor svona fjármála og markaðsþengjandi einstaklings sem er ekki í kryptó og þú ert einhvern veginn að reyna að ná utan þetta og skilja þetta að þú veist það myndu alveg viðvörunarbjöllur fara í gangi í kollum á mér, skilur. Ég væri bara að byrja, svo ég skilji rétt, sko. Ég meina, þú veist, þú ert með hínar þessar rafmyntir, hínar þessar tóken sem eru mjög volatile og jú, eitthvað svaka market cap og hérna talsverð veltu og eitthvað og svo ertu basically bara með fullt af þessum treasury plays hjá þessum fyrirtækjum þar sem þú ert nánast að í ákveðnum skilningi sérstaklega með þessar litlu myndir þetta er ekki litla myndir Solana, ég tala minni myndir heldur Bitcoin að þú ert nánast að svona þetta er nánast svona self-fulfilling prophecy plays, það sé á við með því er að bara þú veist, skilur, þú veist markaðan alltaf bara eru orðnið þannig að ég meina, og tökum bara um Berkshire Hathaway hjá Warren Buffett, sem sitja á sko gríðarlegu magni af, gríðarlegu fjármagni þú veist, ef Buffett myndi bara segja, herru, ég er búin að stúdera þetta núna, ég er búin að skipta skoðun og Solana er frábært konsept, brilliant fjárfesting og Berkshire Hathaway er búin að ákveða að setja $10 miljardar og við ætlum að gera það með því að setja $500 million á mánuði næstu 20 mánuði, eða segjum 12 miljardar, setja $500 million næstu 2 ár. Þú veist, hvað alltaf myndi gerast ef Warren Buffett sjálfur myndi fyrir að fyrsta, bara það myndi tilkynna að hann væri búin að skipta skoðun, að hlusta mjög margir á hann, þó hann sé orðinn sko 250 ára gamall eða eitthvað, og hann kemur með allt þetta kapital. Já, þú veist, það sem myndi gerast auðvitað bara allir sem að það myndi bara allir fara í Solana og þá er þetta svona bara þá er þetta bara self-fulfilling prophecy, skilur þú veist þetta playerinn og veru gæti ekki klikkað eitthvað veginn, skilur að minnst það ekki tímabundið já, ég er að segja, til skemmri tíma og þá hugsa menni við svona bara þú veist þetta svona þetta hefur samt svo mörg einkenni bólu og svona greater fool theory, skiluru, af því að þú getur tekið, þú getur skipt Solana út beisli fyrir hvaða eign sem er og látið þetta dæmi gangu upp. Munurinn er sem ég segi, þar sem hérna, þú veist, nú kem ég með mín rök af hverju þetta er samt til lengri tíma frábært. Og það eru þetta út af því að fundamental kostinir og raunverulega value propositionið sem Solana hefur sem langtíma tæknilausn fyrir heiminn hún er það mikil, skilur en hins vegar þá þarf maður samt að passa sig á því er að jafnvel þó þessar bankakeður séu klálega verðmætar og séu þar leiðandi skynsamleg fjárfesting þá hlýtur samt þakið að vera einhver staðar, skilur, og þegar Tom Lee er að tala í Ethereum í guðma að vita hvaða tölur maður er byrjað að lesa, 65.000 $, skiluru, þá má alltaf endanum bara fara að hugsa bara, herru, ég skila í Ethereum með verðmætt, þú veist, og ég skila að þetta byrjar að keyra hérna bara meir og minna öll bara fjármál heimsins eins og við þekkjum þau, hvort sem það eru hérna gjaldmiðlar eða hérna hlutabréf og önnur verðbréf og svo framvegis lánasamningar og you name it sko eitthvað það lítur það ekki að vera og í Ethereum í $65.000 þetta er multi-trillion dollar asset en svo segja bara margir að hérna, þú veist eins og til og Ingúlós bræðinir þú veist, þeir hafa sagt bara þú veist, ekki vanmeta hvað svona network sem myndi mögulega bara keyra meir og minna bara öll fjármál heimsins á
kannski dreifist á nokkra keðjur í Ethereum, Solana og nokkra fleiri kannski, en samt kannski aðalega þessar tvær og myndi ég halda jafnvel aðalega í Ethereum, persónulega held ég. Þú veist, ekki vanmeta hvað þetta getur, af því menn hika ekkert við að segja að Bitcoin getur orðið, eins og Saylor talar 100 til 500 trilljón dollar asset, skilur við, sem væri þá núna tæplega 50-földun til 250-földun. Og mönnum finnst einhvern ekkert aðtöfast við það þessum Bitcoin sko, að bara Bitcoin gleypi meira og minna helminga á öllum verðmætum heimsins í sig sko. Veist, og Vingulósbræðinu kom með bara ekki vanmeta hvað svona keðjur, hvað svona network, ef þau ná global mass adoption geta orðið verðmætar. Jú. En þú veist, svo þú sem er bara smá svona hvernig þetta hvað þetta gerist hratt með þessi fyrirtæki og hvernig þetta Mér þú veist, ég var að tala þetta Forward Industry sem var að kaupa hérna 1,65 milljarða dollara. Núna sá ég líka að þeir voru að hvað sem sækja eða skrá að þeir ætla að fara í 4 milljarða dollara hlutabréfareikningu til að kaupa meira. Og þetta svona hljómur sem var heyrt lengi. Mér að Strategi búin að gera þetta lengi, gerði þetta tölur hluta þessu ári, voru að kaupa vikulega, svo voru alltaf að gefa út ný hlutabréf og þú veist, og þetta svolítið þannig að við erum með þetta svo kallar NAV sem Net Asset Value sem rauninni verðið á bréfunum samanborðu við eignina til dæmis á Bitcoin. Og við höfum verið að tala í þættinum, þetta svo mikil ég veit ekki hvort þú maður segja bóla eða hæp eða hvað í kringum að þessi fyrirtæki Strategi keyrði alveg upp langt yfir þetta einn af sem er rauninni þeir hafa verið að detta niður í 1,27 sem gerir þeim erfiðar að kaupa. Hvað er þeir núna í Strategi? Veistu hvað er núna í? Ég held að ég hef séð það í dag að þeir væru í 1,... manni finnst alveg rökrétt að sé einhver prími á þessu. Ég man mér átt hann fjallaði aldrei vel þann Guðlaugur hjá Visku og þú veist, hann kom með einn góðan punkt sko. Hann sagði, þú veist, ímyndaðar ef eitthvert stórt þjóðríki eins og til dæmis Bandaríkin sem ríkissjóð Bandaríkjana ætla sér að eignast ég skulum segja 600.000 bitcoin eða hvað þetta er sem Strategi á eða hvað 700.000 eða maður er ekki aldrei utan þetta 600.000 bitcoin. Ímyndar ríkissjóð Bandaríkjana ætla að eigna 600.000 bitcoin sem dæmi og nú gengi hvað 117.000 okkar dollarar. Þú veist, hvaða verðmiði heldur þú að þeir myndu enda á að fá ríkissjóð Bandaríkjana? Það væri svo langt meira heldur en 117.000 skilur, bara ef markaðari myndi byrja að meðtaka það, ríkissjóð Bandaríkjana ætla sér að eigna 600.000 bitcoin, sama hvað, það er partur af einhverju langtíma áformum hjá þeim, þá var náttúrulega bara að sjálfsögja svona tiltúrlega fljótlega fyrir markaðarinn að prísa það inn og verði bara keyrist upp og hann að væri komin eitthvað svona ein leið skilur bara, getur við bara ekki keypt Strategi fyrirtækið, skilur og þú veist, það er bara búið að pakka þessu inn fyrir okkur og það var alveg það sé ykkur prími á því. Já, og ef þú varst að kaupa í byrjun árs, þá var sko, hvað við segja, hagnaðurinn hækkunni þín, þá er ég meina í Strategi, mun hærri heldur en þú keyptir í bara Bitcoin beint, sko. Já. En þeir eru í 1,26 í dag. Ok. Þannig að þú veist... Það er lægra en ég held. Ég held að það var kringu 2. Nei, þeir eru 1,26. Okay. Og það sem er búið að vera að gerast og það er svona smá svona vísbendingu hvað getur gerst svona farið verra ef að verði fyrir að lækka mikið að þá sko í dags, þú veist, tók ég það saman að í kollafnum hérna. Já, ég bara veit ekki hvað ég var að segja. Þannig að 25% af þessum Bitcoin Treasury Company eru undir þessu einn í NAV og þar á meðal sko bara dæmið vanlega er hæpið og hrunið. Þú veist, við erum með fyrirtæki sem eru undir undir einum, það er Semler Scientific sem við einhvern tímann talaðum fyrir löngu síðan. Þeir einna svona fyrstu sem fóru inn í þetta eftir Saylor. 21 sem er hann Jack Mallers, þeir eru undir einum. Nakamoto Holdings
sem er David Bailey sem stýri því sem hérna yfir Bitcoin Magazine og var mjög svona ábyrjandi að ráðleggja ríkisstjórninni í Bandaríkjunum. Þeir fóru inn í 0,7 wow. og bara dæmum það að það var rosa mikið hæp þegar þeir fóru á stað og það alveg margfaldaðist þeim eitthvað þau fóru langt, ég veit ekki töluna því hvað fóru langt yfir. Ég veit að einhverjum fyrirtæki, mann einhvern það, þú ekki að fara með að hafa það en það fór held í 8. Já, spurning hvort að það sé held í því. Það geta alveg verið Nakamoto því að Nakamoto mér langar að segja en ég þór ekki að fara með það sko. Það var einhvern þessu fyrirtæki. Verðið á Nakamoto núna með það sem var hæst það var bara að fara niður 96%. Jesus. Sem er rauninni bara eins og hérna hvað þú veist segja bara eitthvað svona eins og eitthvað Sui Solana eitthvað svona ennþá minni myndir myndi fara í versta bear market. Einmitt, það er bara alvöru altcoin bear market. Já, og þetta er svona þú veist, þetta er það sem við töluðum fyrir mörgum vikum síðan að þetta getur verið svona endin á bullmarkatunum þegar að því þetta er að gerast núna þrátt fyrir að Bitcoin er ekki að lækka og hvað myndi gerast að kemur smá svona bear market að því að þú veist eins og Sharpling Gaming sem er hérna Tom Lee að þeir voru komnir eitthvað stær í kringum hann einn daginn og þeir ákveða að kaupa sín eigin hlutabrið til að reyna að hækka þetta. Hvað gerist ef að lækkunu verður eitthvað ennþá meira? Þú veist, er þá hætt að þeir þurfa að fara að selja eignir, þá lækkar Bitcoin ennþá meira og svo jafnvel geti ykkur þessu fyrirtækjum bara farið undir einhvern veginn, sko. Já, þú veist, ég hef ekkert miklar áhyggjur að því eins og sko. Nei, þú veist, eins og við tala alveg nokkur reglu hérna í slaðarpi og kannski, hérna, ég hef svona sérstaklega vakið athygli á þeirra og að einhver leiti er óskikja en líka talsverðu leiti er það raunverulega sem ég held og alltaf sannarlega bind vonið við að það er að við höldum áfram að sjá bara þessar svona hennan gradual vöxt á markaðnum. Við bara höldum áfram að malla upp að halda áfram að outperforma aðra markaði eins og hlutabréfamarkaði og svo framvegis að því ég veit það bara að þú veist, jável þó ég sé alveg tilbúin að fallast á þá sviðisminn sem til dæmis Vingulósbræðin hafa teiknað upp með Ethereum eða Tom Lee að þetta getur orðið bara multi-trillion dollar asset sko og eigi bara sagt, þann verðmiða algjörlega skilið. Ég get alveg viðurkennt það ef ég vakna á morgun og Ethereum er í $50,000 ég sel allt Ethereum mitt det sami. Þú veist, fattar hvað er að fara? Já. Og þú veist, skilur. Þannig að hérna, jáfnvel þó ég get alveg trúað því að þú veist, árið 2040 eða eitthvað verði það bara orðið, þú veist, ennþá einu verðmætara. Þar að leiðandi keirið ekki upp í 50 svona á einu bretti því það væri svo margir búin að selja í 30, 40 og allt þetta. Það er að sér að segja og hérna, þú veist, þetta er bara nákvæmlega sama Bitcoin. Við sjáum Bitcoin keira þú veist hvað, botnin 2020 $3,000, toppurinn á næsta ári 69.000 og svo fáum við 78% lækkun. Það er alveg og þú veist, og hvað aldra margir hafa verið að selja Bitcoin á þessum verðum sem voru bara búin að vera lengur í markanum heldur en við, þeir höfðu ennþá óbilandi trú til Bitcoin á lengri tíma en þeir voru bara, sorry, þú veist Bitcoin, skiluru, það hefur sín takmörk til skemmri tíma sko og hér er það bara algjörlega búið að offinna en þú veist, það hefði ekkert komið neitt, skiluru, 78% hérna, sem sagt verðfall á Bitcoin ef það kannski, segjum að toppurinn hefði verið skiluru 20.000 eða 25.000 2021, en ég er ekki að segja að það hefði endilega verið betri markaður. Punkturinn minn er bara þessi, þú veist, ef ég mætti velja, ef ég verið bara alveg heiðalegur, kannski er það kontroversial, en ef ég mætti velja hvort toppurinn væri 300.000 á Bitcoin í desember á þessu ári, eða segjum 160.000, ég vel 160.000, ég er bara að vera alveg heiðalegur. Já, og þá ertu væntanlega að meina það að ef það er 160 það verið 300, þá miklu meiri líkur að markaðan halda áfram að vera á upplið en ef það er 300.000 þá er ákveðin líkur að það sé bara toppur þarna. Það er alveg máli og hvað, þú veist, gefum okkur það, ég ætla að segja að mér finnist nánast óhugsandi en samt never bet against Bitcoin, það er bara sem maður hefur lært, en mér finnst nánast óhugsandi að við fyrir með $300 núna í desember, en ég hef séð hluti sem hafa gjörsamlega skilið með eftir Agdoa þegar Bitcoin var í hlut og hérna aðra myndir en gefum okkur
fyrir forunnisakir að Bitcoin sé í $300 í desember þess ári. Hvað myndir að halda Solana væri? Hvað myndir að halda Ethereum væri? Já, þú veist, þá myndi ég halda að Solana væri 800 allavega. Að minnstakosti, myndi ég halda. Ég myndi halda að væri alltaf vel yfir 1000. Já, ég veit ekki, Ethereum 15.000 eða eitthvað. Ethereum væri yfir 20.000 í þessari sviðsmynd. Já. Og þá veit ég bara, veist, sko, segjum að við finnum okkur þessari aðstöðu. Eins og ég ætla að segja þessi nánast óhugsandi. En ef við á eitthvað hátt munum finna okkur í hérna þessari aðstæði í desember, þá auðvitað mun ég ekki hafa neina hugmyndum hversu langt við höldum áfram að fara upp, en ég mun vita það, að minnst að kosti gefa mér það, að það er að fara að koma verulega harkaleg leiðrétting á næsta ári. Og líka bara, þú veist, ef við hugsum hvað búlmarked er lengi frá, hvað var að segja, frá því að hvernig er þetta? Frá því að við náum hvernig var við með toppum síðasta sækul já, einmitt. Þá ættum við að vera renn út á tíma núna. Já, ég held að, ég man ekki hvort það var síðasta búlmarked eða þar síðasta, þá eru 8 dagar í það meðaltali, þá er kannski svona einhvers þar á bílunu 8 til svona 3-4 vikur. Og það er ekkert sem bendir til þess að það fara þangað í augnablikinu. Nei, og sko það sem, þú veist, svona eina sem ég sé að geti keyrt svona vitlaus á stað er einmitt þessi treasury company, sko. Og ETF-ani munum klára að keyra þetta. Og Bandaríkin fara að kaupa Bitcoin. Já, satt. Það myndi reyndar vera svo mikil game changer. Já, það myndi ekki vera toppur. Að þá myndi ég mögulega endurhugsa þetta og hugsa, ok, ef þeir eru konið með eitthvað til 5 ára plan eða eitthvað að kaupa 200 Bitcoin á ári, þú veist, það getur verið svo stór game changer með til að endurhugsa allt, sko. Já. En ég er hugsa, ef það koma þessi treasury companies sem ætla að fara að dæla ykkur $milljörðum bara hvert að fætur öðru í Solana, teiknum bara þetta upp. Þá er það að fara að keyra upp alveg silly, sko. En það kemur þá að einhverjum tímapunkti að bara gaurar eins og ég og þú, skilur, bara sitja á sól lengi að þeir munum bara segja, ok, nú er ég bara sáttur, skilur, það má alveg vera að keyri meir upp, ég er að fara að dömpa, skilur, og ég er að fara að kassa eitthvað út. Mögulega er þú það strangtrúar og þú silur aldrei Solana, ég veit það ekki. Jú, og ég var að tala af einn í dag sem að átölur Solana og hann var að setja sér eitthvað svona hugmynda einhverju verði sem hann myndi selja. Þannig að, þú veist, ég hef verið með hugmyndir einhverju verði sem ég ætlaði að selja. Ég er samt komin meira inn á eitthvað svona að fylgjast með einhverju indikator að sé toppur á markaðanum. Já, en hvað ef ég má spyrja þig? Ekki með indikator að toppa markað, heldur að þú hugsa bara verðhugmyndir sem þú væri svona... Já, ég get sagt hvernig ég var að hugsa það fyrir svona ári síðan, sko. Þá var ég svona einhvers staðar að rokka milli, 800 var mjög sterkt talað hjá mér, sko. Stundum var ég aðeins bjartsýnni verðþróun og var að hugsa í svona rétt undir 1000. Ég fundi það svolítið svona í svona fyrri hluta þessa árs. Þá fann ég svolítið hvað var erfitt að vera með þessa tölu. Já. Því maður er svo vanur því að markaðurinn toppi einhvern mann í september, reyndar allkons kannski í oktober, november. Og ég hugsaði, vá, það var einhvern veginn fyrir árunni, vorum í 118 eða eitthvað svoleiði, sko. Og ég hugsaði, þetta er, þú veist, hvernig ætla ég að halda þessu við mig? Þetta er ekkert að reyfast. Maður, þetta var svag. Og við vorum að tala um þetta núna hérna bara í bílum og leiðninga, sko. Þeir vorum að tala með þetta hluti. Þetta er búið að vera svo skrítið markaður. Við erum raunverulega búin að taka út bear market. Já. Hvað var þetta annað en bear market sem við gengum í gegnum henni í vor og kannski byrjun sumas eða það var nú eiginlega búið þá. Og ef við tökum Bitcoin svolítið februar til mæ, hvað var þetta annað en bear market? Ég alveg tala. Sérstaklega tökum Bitcoin út fyrir sviga. Já, en meiri sér Bitcoin, það fór alveg úr 100 og eitthvað í 77 eða eitthvað. Já, alveg rétt. Já, þetta var bara, ég veit ekki hvort það kallaði mini bear market. Það var einhvers konar þannig, sko. Þannig að þú veist, ég veit að ég bara held áfram að, þú veist, mig langar bara að sjá þetta að vaksa kröftuglega, auðvitað vera sveiflur að sjálfsögðu, en mínar bænir, hvað kryptómarkaðin snertir, er að það halda að vaksa jafnt og þétt, vissulega krafti,
næstu 5 ár og svo er þetta bara onward skiluru, en þú veist það er svona, þú veist mitt thesis, og ég byggja viðkynni, ég bara tala þetta á Rápal, ég meina hann er nú engin bjáni eftir allt saman, ég líti á það fram til 2030 þá erum við dauðafæri að allokera fjármunum í kryptó. Eftir 2030 og ég meina hann segir, tekur fram, þetta getur alveg, þetta er ekki hárnákvæm vísindi sem byggjar tölu, en þetta er svona, þú veist, getur 2031, 2022, 2029, en mér finnst þetta ballpark figure make a sense. Give a 5 years to unfuck your futures. Einmitt, segir, að, þú veist, eftir það, ok, þú verður þá bara komið með rock solid asset class, bara eins og S&P 500, en þú veist, það efast enginn það að það er skynsamlegt að geima peningi sín í S&P 500, skilurðu, en það er ekkert eitthvað dauðafæri, ég er ekkert að segja þig bara Björn, verður að koma peningum í S&P 500, það er auðvitað bara sniðut og alla að leggja til hliðar og fjárfestar til lengri tíma í hlutabréfasafni. Ég held að kryptó verður aldrei svona. Þú ert núna af því að við erum í svo adoption phase, ég er ekki að segja að verði full numa árið 2030, en það verður þetta crazy gains búið, auðvitað þetta færi rök fyrir því að svona stór partur af þessari svona asnalega miklu hækkunum er nú þegar að baki, en það er alveg vonlust mál að vera eitthvað svekkja sig á því að, þú veist, við getum alveg sagt bara af hverju voru ekki að bara fullu í þessu af hverju gerum við bara ekki eins og vingulósbræðinu 2012 og settum alveg okkur í bikkunni $7. Af hverju voru ekki partínu með þeim í Bísa á sínum tíma bara þess að fundurum var haldinn, þá endur það bara í ykkur svona rugli. Einu skiptir máli er nútíðin og framtíðin og þú veist, ég líti á þetta svona, þú með 5 ára dauðafæri og þú veist, ég sé fyrir mér tvennskonar scenario, það er að verða aftur enn annar, eitthvað blow-off crazy toppur núna og við bara sjáum þetta gerast nákvæmlega saman og gerist 2001 og gerist 2017. Mér sýnist, ég ætla ekki að segja allt benda til þess að svo er ekki, en mér sýnist ansi margt benda til þess að svo er ekki. Þetta halda áfram að vera bara jafn og þétt vöxtur. Eina sem ég hefur nú áhyggjur af innan gæsalappa, þótt ég takið fagnandi, það eru þessi crypto treasury companies. Engin spurning. Þegar, þú sást til henni bara sem dæmi, við talaðum um þennan CRO treasury, þú sást hvað gerðist, það bara kemur tilkynningum með þér, einhvern byrjar að kaupa og myndin fer úr 15 centum í 39 cent á 4 dögum, skilurðu. Og það var bara dæmi sem vorum að tala um á það. Það er bara að tala um tilkynningu, skilurðu. Og auðvitað horfa aðilar á þetta og hugsa bara, wow, heyrðu. Og þá get ég trúið að menn færa sér neðar og neðar, skilurðu. Ég pæli svolítið í því af hverju valdi Trump Media CRO-en ekki til dæmis bara Sól eða eitthvað. Ég heldur að hafa einmitt farið í svona pælinga bara, hvar getum við haft mestu áhrifin, skilurðu, á verðið, sko, fattarðu. Þú veist, að það er svo freistandi, ég skil vel að það er auðvitað líjandi, þú veist, þegar Pottit byrjaði að pæla í Bitcoin, ég meina þið keyptu Bitcoin fyrir $2,5 milljörðum og pældi því, Trump Media, þú veist, fyrirtæki með, sko, nafnið hjá sitjandi forseta Bandaríkjanna, kaupi Bitcoin fyrir $2,5 milljörðum og það var allar hreyfði verðið neitt. Þetta er risa sleggja, þessi kaup. Ég skil alveg að menna við klóra þessu hausnum og var að byrja eftir að segja mér það að við erum með fyrirtæki sem tengist sitjandi forseta Bandaríkjanna, það kaupi Bitcoin fyrir $2,5 milljörðum sem bara það eitt og sér eftir að keyra verðið upp, sko. Og það veist, við tilkynninguna, veist, það hækkar kannski 1,5% eða eitthvað, það nánast ekki neitt. Svo er Sailor alltaf að tilkynna, vorum að kaupa Bitcoin fyrir einhverjar fárlega tölur og verði að vel bara lækkar, sko. Þannig ég skil að þessi treasury companies eru daldið, sérstaklega þau sem kannski sitja ekkit á okkur ótakmörkuðu magni af milljörðum af dólarum, skilurðu, að þau hugsa alveg bara, ok, ég var að vera enn eitt af þessum 170 Bitcoin treasuries, þú veist, og bara ræta daldið það veif og svona ræta daldið þennan shield bara hjá Michael Saylor, sko, eða hugsa ekki í Ethereum, en þá hugsa ok, það er samt 500-600 $milljörðum asset, sko, þú fer neðar listan og ættu að gera þetta með XRP, $200 milljörðum asset, ættu að fara í Solana, þú veist, þú fattar hvert ég er að fara með þetta, sko. Og þetta getur búið til einmitt þessa parabolic maníu, þar sem það bara keyrir og það mun alltaf enda í, þú veist, ég ætla ekki að segja að orðið sé að enda illa, en það mun enda á harkalegri leiðréttingu sem mun brjóta fólk
fjárhagslega og andlega og ég hef lent í því sjálfur, skilur, og eiginlega allir vinir mínir, sko, og þú líka það sem ég finnst samtilega merkilegt í þessu ef við skoðum þetta hinum megin frá þú veist, bara þessar tölur sem við erum búin að vera að tala að núna top 100 þessu Treasuries Bitcoin Companies eigi yfir 1 million Bitcoin bara hvað var verið að kaupa gríðalegt magna Ethereum hann að síðustu mánuðina af þessi Treasuries Company bara þessar tölur sem ég var að segja áðan Solana að mínum mati með af öll þessu kaup þá við tökum allar þessar myndir Bitcoin, Ethereum, Solana þá er þetta undirverði Já, ég merkild eins og með Bitcoin ég get alveg fallið á það það er alls konar indikator sem sína að við erum í rauninni sko oversold núna sko og minna þú veist Bitcoin bara 1 million bara þessi top 100 kaupallarsjóðir þú veist verðið að mínum að þetta ekki að vera í þessari tölu en þú veist hvað finnst þér að verða ætti að vera? Ég held að verðið ætti að vera í svona 150 núna ég get alveg fallið á það og þú getum talað að þú veist þarna ef við erum að kaupa þetta án þess að hafa áhrif á beint á verði, að kaupa þetta OTC það er svona öðru sem hver var þetta talað smashbuy hérna á Bitcoin fyrir $1 milliard það var að gera eins og Elon Musk var að kaupa eitthvað gríðalegt magn í sinni eigin fyrirtæki og hann keipti það bara á kaupa þeirði verðið upp það var bara smashbuy fyrir $1 billion en þú veist ég er alveg sammála þú veist þú skilur eins og í hans tilviki þú veist, skiptir það öllu máli fyrir hann að ná sem allra bestu kaupurinn eða bara viltu búa til smá bara stemning og keyra þetta aðeins upp, skilur en ég er alveg, ég skil þá pælingu alveg líka, en ég skil svona líka alveg að ég meina þú veist, ef ég einhver kvalur og bara ég ætla að kaupa Bitcoin fyrir $1 milliard og svo einhver analisti eða þannig að þetta eru margir $1 sem bara geta reikna mjög nákvæmlega út bara ok, ætla að kaupa þetta beint á Binance eða Coinbase þá endar að fá verði kannski $129 eða eitthvað skilur en ef þú gefur okkur smá tíma og getur við fara að semja við einhverja miner og tala við Coinbase og matsa okkur saman og færa þetta og færi fyrir vikið þú veist einhverja mörg þúsund fleiri Bitcoin sko, ég skil það alveg líka en mér og þú veist og það sem að pyrra mann þú veist, þér finnst ég stundu vera svona samsæriskenningamæður ég hef aldrei sagt það þú veist, það er út frá þessu við ætla að fara að tala að ég fylgst með síðustu mánuð þessu sem hefur verið að gerast þarna hjá Binance að þeir hafa verið að reglulega að selja alveg gríðalegt magna Solana og svo eru að kaupa aftur og gegn svona market makers og svo selja aftur þeir hafa svona virðast vera svona að dömpa verðin og halda það einhvern veginn niður í lengi ég veit ekkert af hverju er það því að þeir eru að selja OTC þessum Solana fyrirtækjum til að hafa verið aðeins ódýrara það var umræðan þegar Bitcoin Treasuries og ETF byrjaði að vera að halda verðin niður áður en menn fengi kaupallarsjóðin sko Er það mögulega til að svona leyfa BNB meira að njóta sín? BNB er skrimsli bara til að það fór í $1,000 þeir tala skrimsli árið meina á jákvæðan áttar að framistaðan á verðinu er þú veist BNB er núna í þessum töluorðum ég er ekki búin að tjekka sem við fórum loftið en ég gera rétt á loftið í þessum töluorðum í all time high Þú erum að tala Bitcoin er ekki all time high það er rétt frá all time high Ethereum er ekki all time high Solana er ekki all time high XRP er ekki all time high engar af stóru myndum eru all time high BNB er all time high Veistu hvað mér finnst eiginlega merkilegast við það? Þetta er ekki spennandi coin Nei, og líka bara, en þetta samt heldur áfram að standa svo vel Já, og skoðaði samt bara markaði núna og markaðin síðast Já Ethereum var svona ef við sleppum Bitcoin, bara tölum þess að layer 1 bálkakjæður þá var Ethereum þetta langstæðst og mest talaðum og maður var að nota það að maður var að kaupa myntir á Ethereum það sem var næst mest notaða var BNB og þú veist Binance bálkakjæðin og PancakeSwap sem er rauninni Dexin á Binance var næst stæðsta á eftir Uniswap og það var alltaf verið að tala um BNB og ég var að kaupa fullt af BNB myndum og nota þetta okkur slegis. Ég hef aldrei ekkert notað þetta á
þessu tímabili og það er valla verið talað BNB á þessum tímabili og Bitcoin Chain, Binance ekki neitt og svo bara allt í hennu læðist BNB bara upp og fyrir all time high langt á undan Solana sem allir að tala Sui sem allir að tala mér finnst það ótrúlegt sko. Þetta er það, en þetta er mjög góð lýsing sko. Þetta er einmitt búið að læða svona við vorum að tala á skrifstofunni bara í dag sko. Við tölum meira aldrei BNB svo vorum við bara svona, gaurar eru að tjekka freaking BNB þetta í 1000 skilur þannig að já hluta, ég veit ekki, búið að vera að hækka en hluta ástæðan getur verið að hann CC Binance sem að verða hluta dómnum hans var að hann mætti ekki vinna við kryptó og það er stöðugan burtu sem framkvæmdastjóri hann var með þarna X Binance held ég á hérna Twitter profilin sin X að sinn fyrirverandi EX já, ekki X þarna og hann var að breyta því núna í Binance og það er umræðum það að hann verði jafnvel sko fáið forsetanaðun frá Trump. Já, ég veit að hann sótt hann í apríl. Já, ok. Þetta er búið að vera ljómandi góð yfirferð. Klukkan er að detti í 1. Ég er búin að tala kryptó í allan dag fyrir utan ég fór að spilaði körfubolta. Ég held að við höfum svona tekið á því helsta. Nema að sé eitthvað sem brennur sérstaklega á þér. Nei, það maður getur alltaf komið með eitthvað eins og þú veist að Saylor og fleiri fóru til Washington og eru einhverju ráðgjafa tjatti við ríkisstjórnina sambandi við þetta Bitcoin Treasury hjá þeim. Ég finnst rauninni þetta hlaðar það skemmtilegt þannig að þú væri helst til í það var að vera með live stream og taka svona all-nighter og tala kryptó. Já, heyrðu, og ég ættu að færa það yfir á Pump and Fun af því að Pump and Fun hefur að vera að ná gríðarlegri markaslutdeild í streaming núna bara undanfarna daga vikur og hluta til er að þú veist að menn eru að streamera sem voru til dæmis á Twitch eða það er eitthvað fleira, ég man ekki hvað heitir Twitch allavega sem voru að þéna núna á einhverju mánuði á Pump and Fun bara miklu meira jafnvel heldur en þau voru búin að þéna á öðrum streaming-plattforms á 3 árum. Hvað? Er það allt eitthvað meme-coin shit? Já, þú veist, nei, svo bara alls konar. Hvað sá ég? Það var einhver maður sem er að þjána helling fyrir að hann setti hvað heitir myndavélarnar, svona action myndavélarnar, svona GoPro á setti GoPro á köttin sinn, hann að þjána helling á því, sko. Wow, ok. Og þú veist, og veistu hvað ég hugsaði samt? Bara, við getum hlegið að þessu. Við getum haft gaman að þessu. Þú veist, ég hugsaði bara þetta er það sem ég er búin að vera svona fylgjast með í mörg ár. Það hafa komið plattform eins og Audius sem átt að keppa við Spotify. Það hafa komið einhver svona plattform sem eiga að keppa við Airbnb og eitthvað svoleiðis. Og grunnhugmyndin er að notendur og þeir sem eru að nota plattformi fara að fá alvöru tekjur. Það sé ekki bara fyrirtæki á bakviða. Og það er svona, mér finnst það svona, Pump and Fun er jafnvel svona líklegastir í dag til að ná þessum árangri. Ég þurfti til að bara verja slátri, ég finna ég þetta nánast í smá svefngalsa og ég hugsaði svona bara Björn Harðarson hefur haft rétt fyrir sér all along að þetta er raunverulegt notagildi að vera að nota þetta til að streyma GoPro myndavél á ketti út í heimi. Hver horfur ekki það? Veistu hvað kettir ekki halda að Balkageir séu bara eitthvað hæpubull. Þetta er raunverulegt mikilvægt notagildi. Við förum að segja þetta gott. Óskar góðra ferðar út og já, ég held ekki að minna þig frekar á Heyrðu, fyrir ekki að ég sé ennþá vilja tala að því að ég kem ekki aftur í október. Það langar mér samt að segja, ef við myndum þá ímynda okkur núna að í dag myndum við bara segja september er búinn. Og við myndum skoða verðhækkun í september á Bitcoin, það var það mesta verðhækkun á Bitcoin í sögu september mánaða. Það er endar mjög... Ég var að koma þess að... Já, þetta er góð punktur. Sjáum hvort þetta haldist ekki sæmilega. Já, en takk. Út mánuðin. Herri Björn Harðarsson, ég þakka kærlega fyrir gott spjall. Sömuleiðis.
og ég þakka ykkur kæru hlustendur fyrir samfylgdina. Þangað til næst, verið sæl.